Í þessum bíl 82,7 kWh rafhlaða og það þýðir að þessi bíl hann getur ekið á einni hleðslu 505 km samkvæmt VFLTP-staðlinum og þú ert ekki nema svona 29 mínútur að hlaða hann frá 10 upp í 80% í hraðhleðslu en hann getur tekið alltaf 175 kWh inn á sig á klukkustund og í heimahleðslu hann að taka 11 kWh. Þetta hérna alveg splunkunýr Xpeng. Þessi bíl afar sérstakur og hann alveg gríðarlega flottur og það geggjað að keyra þetta. Ég notaði orðið sturlað þegar ég settist inn í hennan bíl og ók honum fyrst og svo tók hann raddekk við og hann sagði það sama nema bara á ensku. Hann hvorki meira en minna en 473 hestöfl og hann togar 757 newtonmetra og það sem svolítið sérstakt við hennan bíl öðruvísi en til dæmis Tesla að þegar þú gefur honum inn þá hann kannski ekki alveg með þetta snarpa kick eða spark í rassinn og hann ekki nema 4,1 sekúndu í 100 km þessi bíl. Þessi bíl, hann var framleiddur með það í huga að keppa á móti bílum eins og BMW 4 eða Tesla Model 3 eða jafnvel Tesla Model S. Því að stærðin á honum, hann tæpir 5 metrar þessi bíl, stærðin á honum nær Tesla Model S. Og ég var að segja það að aka þessum bíl svolítið svona eins og aka miklu meiri bíl heldur bíl sem kostar bara 7,9 milljónir eða tæpar 8 milljónir sem að þessi bíl kostar. Með orkustyrknum að þú ert að fíla þig eins og þú sért að keyra til dæmis Porsche og ef við skoðum þennan bíla eins út frá þeim sjónarhóli þá erum við að tala að til dæmis fjöðrunin á honum hún úr smiðju Porsche og Volkswagen á 5% í þessu fyrirtæki þannig að það ekki langt að fara. Við ætlum að skoða farangursskeyslunni í þessu bíl og ég prófa að ýta hann að taka og hún opnaðist bara við það. Hann hérna niðri. Nú þetta skott hérna opnast kannski ekkert sérlega vel. Hins vegar djúpt hérna inn í skottið. Það svo djúpt hérna inn að maður sér varla í hérna endan á sætinu hana. En það rúmar kannski ekkert sérlega vel. En skottið einhvers staðar í kringum 440 lítrar að mig minnir. Og það hægt að fella niður sætin hana 40-60 ef að því að skipta. Hérna síðan bassabóks og græjurnar í þessum bíl, það bestu sem við höfum nokkuð tíman séð í bifreið. Fyrir utan náttúrulega G9 bílinn sem við prófum hérna daginn. Þetta bara eins og tónleikahöll að sitja þarna inni og hlusta á músík í þessum bíl. Heyrðu, þá erum við sessnöndi stýra á þessum flotta Xpeng P7 og ég var að segja eins og að miðað við það að vera búin að keyra allar gerðir Tesla bíla að þá gefur þessi ekkert eftir. Það ef til vill
pínu munur á upptakinu í þessum bíl en hann er 4,1 sekúndu í 100 km hraða sem er alveg yfir nóg fyrir mig. En það sem skiptir mig máli er að það sé þokkalega mjúk fjöðrun í venjulegum akstursam og það er þannig í þessum bíl og hann er alveg rosalega léttur. Það er létt að akkonum, stýrið er létt, þannig er tilfinningin. Tilfinningin er mjúkur akstur, létt stýri en þú getur stillt hann á nokkra vegu. Það er hægt að setja hann í sportstillingu, þá eru stýrið aðeins þyngra og maður finnur aðeins fyrir því að hann liggur svona, manni finnst hann liggja betur. Halló! Hvernig finnst þér að sitja í þessum bíl? Mjög gott. Er það? Jöp. Það er alveg nóg pláss fyrir þig og þú myndir vilja sitja hérna alveg lengst upp í sveit, er það ekki? Og segðu mér hérna, þú veist, nú er ég svona stór kall sem að sitja hérna við hliðina þér og til dæmis ef það væri ofsalega kallt úti þá gætu við kveikt á hérna hita í sætunum hérna og það er ekkert sérlega hátt hérna sætið þannig að ég á erfiðleikum með að tróða fótunum hérna undir. En hvað er hér? Hér erum við með 2 USB-C tengi þannig að þú gætir alveg hæglega hérna hlaðið iPad-in eða síman eða eitthvað svoleiðis. Já. Og hvað er svo hérna? Vá. Þetta er bara eins og við séum í forsetabíl eða ekki? Já. En hvað, hérna, ferð þú stundum að drekka í bílnum? Og hvað, geymirðu það þá hérna í svona glasahaldara? Já, eða hér. Já. Það er líka. Það eru svona vasar hérna, þetta er sniðugt. En sjáðu þakki á honum hérna. Það er bara gler. Já. Finnst þér þetta ekki æðislegt? Jú, bara ég sé ekki neitt úti. Nei, þetta er nefnilega til þess að þú veist að sé svolítið meiri birta inn í bílnum en samt þá sé birtan ekki að trufla mann. Svo eru ljós hérna, sjáðu, svona. Bara snertaðu hérna svona. Og hérna, þá stendur Xpeng hérna. En þegar við kveiktum, að þegar þú varst með mér í bílnum áðan, þegar við kveiktum á hljómtækjónum hérna, í græjónum, hvernig fannst þér þær? Það var gaman. Alveg rosalega flott eða ekki? Já. Já, þetta var svona svipað að vera bara í hörpunni eða ekki? Já. Ég var bara 2 sinnum í hörpunni. Já. Lífinu mínu. En já. Já, einmitt. Þetta er samt mjög flott eða ekki? Já. Sætin þau eru alveg ekstra flott í þessum bíl og það er meira þess að fyrir aftan mig er hátalari í sætinu sem að gerir kleift að heyra betur í þeim sem er að tala við mig í síma og svo er alveg hægt að finna það þegar maður kveikir á músík í hljómkerfinu í þessum bíl að það er eins og það komi allstaðar hljóð í eyrun á manni og það eru hvorki meirinn minna en í þessum bíl 24 hátalarar. Það eru 12 myndavélar á þessum bíl sem að hjálpa við svona hálfsjálfkeyrandi akstur og þá erum við að tala kerfi sem heitir X-Pilot í þessum bíl og það virkar þannig að því er stýrt af þessum myndavélum og svo eru radarar í kringum bílinn líka sem að hjálpa til við að keyra bílinn með þeim hætti að hann sé sjálfkeyrandi. Við höfum aðeins prófað það en það sem er svona kannski flottast í þessu að okkar mati er hversu snjöll bílastæða aðstoðin er í þessu bíl. Hann finnur fyrir mann stæðið og þú segir bara legðu og hann leggur alveg 100% vel í stæðið. Nú það sem manni finnst skemmtilegt við þennan bíl er að manni getur alveg langað í hann og það getur alveg orðið draumur að veruleika þar sem að verðið á þessu er mjög hagstætt. Þessi bíl er á 8 milljónir með styrk frá Orkusjóði og ég held að nú sé kínverska bílaakademían komin algjörlega á blað hvað gæði og getu varðar. Ég held við þurfum ekkert að velta því neitt meira fyrir okkur.